Brynjar, það var fjandi erfitt hérna undir lokin hjá ykkur. Já, þetta var alls þungt svona á köflum og við vorum einhvern veginn ekki að klikka svona sem lið. Ég veit ekki alveg hvað orsakaði það. Jú, þetta veit maður það. Helgi og Páll eru komið inn í þetta og þá breytist náttúrulega hlutverkaskipanin aðeins og það koma 2 frábærir leikmenn inn í þetta en það var aðeins að slípa okkur saman. Þið voruð yfir alla lengin, þangað til að voru 40 sekúndur eftir. Nei, 1,5 meina ég. Hvað gerist þar? Þeir bara voru duglegir og voru að fá kannski ágætt skot og auðvitað körfur. Við vorum ekki að hitta vítunum okkur. Ef við hefum hitt hana vítunum og kannski tapaði ekki nema 15 boltum í staðinn fyrir 20 og eitthvað, þá hefði verið með hennar leik. Þannig að við þurfum að laga það, töpu boltana sérstaklega. Ég meina, þú veist, þið takið hennar leik þrátt fyrir svona pínu vesen en þið höfðu alltaf svör. Hvernig voruð þið vel undirbúnir fyrir hennar leik? Já, algjörlega. En það var svona, maður sjálfur, það var eitthvað svona pirringur og óvenju, það var eitthvað óvenju svona þungt yfir mönnum. Það var ekki alveg svona þessi stemning sem maður hefði viljað sjá. Það er kannski að þessi mánuður sé að fara í menni en við erum að horfa núna á byrjun í janúar þegar 8. úrslitin í bikarnum verða. Enda við eigum eftir að spila í 16. en það er á móti Haukum B og við þurfum að vera tilbúin í 8. úrslit í janúar.